Uppsjávarflotinn öflugur hvort sem að ræða skip sem vinna afurðirnar á hafi úti eða skip sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni. Í þessu myndbandi kynnumst við starfi háseta og matsveins á Berki NK sem sér landvinnslu fyrir hráefni og við kynnumst líka störfum háseta á Vilhelm Þorsteinssyni EA sem vinnsluskip, aflinn sem sagt unnin borð. Hérna börkur á loðnuveiðum í nót úti fyrir Snæfellsnesi. Mörg skip eru á miðunum nánast í einum hnapp. Áhöfnin þarf að vera samhent þannig að allt gangi upp. Þetta þarf að ganga stundum hratt fyrir sig og örugt og við þurfum náttúrulega bara að standa saman sem einn og minna hvern annan á það eða einhver kannski sem kannski vanar en þú eða minna vanur eða annað að við séum að gera rétt sko. Það gengur oft mikið á. Já, það getur gert það. Það oft liggur mikið við að svo þegar þurfum að fara út og annað. Það getur verið stuttur tími frá því að dorran finnst og margir bátar hana kannski og reyna að koma að gera þetta klárt og annað og eins að þetta svona búið að dæla og annað og gera þetta klárt í næsta kast af því að ef þú tekur það ekki bara eins fljótt og þú getur þá kemur annað skip bara og svínar á því að þannig og tekur torfuna. Og stundum þarf áhöfnin að bíða. Já, það fylgir þessu að við getum þurft að bíða að þetta finnst ekki og gefur sig ekki rétt og það getur verið hvalur truflokkur og stundum eru menn úti komnir út og standa úti kannski ekki segja kannski klukkutíma saman en menn kannski standa úti kannski klukkutíma og það kannski alltaf verið að hringsóla yfir bráðinu og þetta gefur sig ekki alltaf á augnablikinu sem menn vilja láta nótina fara til þess að þetta gangi rétt í og skili sem mestu náttúrulega. Þetta viljum við náttúrulega kasta sem sjaldnast og fá sem mest. Það náttúrulega hagur allra, bæði okkar og útgerðar og slíta veiðarferðum og annað ef þetta gerist í styttum tíma. Reglulega farið yfir öryggisþætti borð. Stundum skemmast veiðarfæri og þá þurfa handtökin að vera snör og þumlaus. Góður sjómaður náttúrulega bara góður félagi sem maður getur treyst á í blíðu og stríðu. Það á að vera gaman inn á milli og þetta getur verið erfitt og það kom upp alls konar mál, bæði leiðilega og skemmtilega og þú þarf að vera þannig að öllum líði vel og þú getur leitað til alveg sama hvort það háseta eða skipstjóra eða allt á milli Þetta fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn unnin borð og í áhöfn hátt í 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn. Takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið. Og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Háseti sér til dæmis veiðarfæri og sjá hvort að þau séu klár og kemur þeim í sjóinn og allt saman til það og svo vinnslan þegar aflinn komin niður í skipið og sér að vinna aflann hérna. Vinnslan borð breytileg eftir vertíðum. Hérna tvöföld áhöfn enda veiðiferðir vinnsluskipa lengri en skipana sem afla hráefnis fyrir landvinnsluna. Það svona mánaðartúrar og mánuður heima. Þetta svona sirka en svo verður lítið til og frá. Matsveinninn á Berki sér ekki aðeins að áhöfnin fái næringu allan sólarhringinn, hann vinnur líka á dekki og hann þarf að undirbúa veiðiferðina vel. Oft á tíðum ekki vitað hversu langur túr í uppsiglingu. Já. Það getur farið hálfa mánuð þess vegna. Og hvað gerir kokkurinn þá? Það bara spilar úr því sem maður hefur. Svona hefðbundinn vinnudagur hjá kokkinum til dæmis þessum túr? Ég veit það ekki. Og það erfitt að segja. Það getur verið bara 10-12 tímar og eitthvað meira að missa bara inn. Eru fastir málstímar? Já, við reynum það. Ef það hægt, þá gerum við það. Svo getur það dregist eitthvað, það verður að veiða á fullu. Það getur dregist eitthvað svona, það reddast alltaf. En þú sinnir ekki bara kokkastarfi? Nei, ég á dekki líka. Hvað gerurðu á dekki? Það bara allt mögulegt. Það svona bara allt venjulegt bara. Allt venjulegt bara. Þetta verður vissin.
Og hleypurðu þess á milli í kokkastarfið? Já, já. Það er bara nota alla tíma sem hægt er. En þú ert einn kokkur borð? Já, 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 já. Við erum bara 11 á núna. En það er unnið af sólarhringinn. Hvernig sérðu þá áhöfninni fyrir? Já, það er svona, þá koma tímar á milli alltaf. Það er ekkert alltaf unnið alla sólarhringir. Hvað er matinn hjá þér í dag? Það er ekki, steiktur fiskur og svo er eitthvað í kvöld svona eftir hvað við vorum að gera. Hvað við vorum að brasa og vonandi komast á að veiðar bara.